fjölmargir reiða sig á að fá fréttir, skilaboð, stillingar og í raun allt sem birtist á skjám snjallsíma, lesið upp af talgervi. Fyrir ýmsa þetta til hægðarauka, en blindir og sjónskertir treysta algjörlega á þessa tækni í sínum daglegu athöfnum. Lengi hafa íslensku talgervilsrattirnar Karl og Dóra séð að lesa efni á Android snjallsímum en nú hefur verið tilkynnt að appið, sem sér að koma röddunum á símanna, verði tekið úr Google Play Store í ágúst nú í sumar. Snjallsímaútgáfur Karls og Dóru verða ekki uppfærðar og því þurfum við að leita allra leiða til þess að þessi þjónusta verði ekki. Máltækniáætlunin gerir ráð fyrir því frá upphafi að talgervisrattirnar sem verið að þróa innan verkefnisins verði settar upp fyrir snjallsíma. Það átti hins vegar að byrja á því að ná miklum gæðum í talgervlana áður en þeir yrðu settir upp í notendahugbúnaði. En þar sem þessi staða komin upp, ákváðu Almannarómur og Sýn að stokka upp í plönunum fyrir þetta ár og róa að því öllum árum að klára að minnstakosti nothafa útgáfu talgervilsins fyrir Android áður en Karl og Dóra hverfa. Það sem að gerast núna skýrt dæmi það hvað það hættulegt fyrir okkur að treysta á erlend fyrirtæki þegar kemur að máltækni fyrir íslensku. Ef þau ákveða að hætta að sinna þróun eins og í þessu tilfelli, þá stöndum við eftir og missum jafnvel bráðnauðsynlega þjónustu. Talgervla þarf að þjálfa sérstaklega fyrir hvert tungumál og ekki bara raddirnar, heldur líka alla meðhöndlun texta, tákna og tölustafa. Skoðum og heyrum hvað gerist ef við beitum erlendum talgervli á íslensku. Frothviam Mithneti Hafamelstum 800 Jarts Jafter. KL. 1120 Vartsk Jaftaf Sturth M3, 3 micrometers 2 kilometers SAF Fagradales Jelly. Við heyrum glögglega að þetta gengur ekki upp og því þarf að sníða tæknina að tungumálinu. 3 þáttakendur í Sýn vinna nú að því að koma frumgerð talgervils á Android síma, Háskólinn í Reykjavík og sprotafyrirtækin Grammatek og Tiro. Þegar við sníðum talgervilstæknina að íslensku algjört grundvallaratriði að hafa hágæða upptökur af íslensku tali. Áherslan í upphafi máltækniáætlunar var því fyrst og fremst á að taka upp raddir í stúdíói RÚV og útbúa gögn til þess að hægt verði að búa til margar mismunandi talgervilsraddir fyrir íslensku. En fyrir utan að þjálfa talgervil á íslenskum röddum þannig að hann læri íslenskan framburð, þá þarf að vinna venjulega texta töluvert áður en tölvugerð rödd getur borið hann rétt fram. Við sjálf getum til dæmis yfirleitt túlkað tölur, tákn og skammstafanir án umhugsunar, en það þarf að matreiða slíkt nákvæmlega ofan í talgervil, að KL á að bera fram klukkan og KM kílómetri. Þar vandast reyndar aðeins málið fyrir sjálfvirka greiningu, en það þarf að láta talgervilinn vita hvort hann á að segja kílómetri, kílómetra, kílómetrar eða kílómetrum. Og sama á við tölustafi. 2, 2, 2, 2, 2. Þetta ákveðin áskorun í íslensku sem á ekki í sama mæli við til dæmis í ensku. En þegar svona búið að skrifa út öll tákn og tölur, þá hægt að skrifa textan eins og hann borinn fram með því að nota sérstakar hljóðritun. Þar einnig ýmis tilbrigði sem þarf að hafa í huga í íslensku. Til dæmis G ekki bara G, það munur á G í saga, gefa, bagga og svo framvegis. Talgervillinn flettir svo upp í framburðarorðabók til þess að ná í réttan framburð orða. En ný íslensk framburðarorðabók einmitt komin vel á veg sem inniheldur meðal annars mismunandi mállýskur íslensku og meðfram vinnu við hana þróum við aðferðir til þess að hljóðrita orð sjálfvirkt. Það nauðsynlegt svo að talgervillinn hyggst ekki þegar hann rekst á orð sem ekki í orðabókinni. Bandaríska flugfélagið United Airlines hefur tilkynnt að það hyggist hefja aftur flug til Íslands nú í sumar. Flogið verður frá Keflavík til New York og Chicago. Talgervillinn þarf líka að ráða við að bera fram algeng erlend orð, en þar sem þau fylgja ekki íslenskum reglum framburð bókstafa, getur það komið klúðurslega út ef ekki hugað sérstaklega að því að kenna talgervillinum erlend orð. Textavinnslu hægt að laga að ákveðnum þörfum fyrir notkun innan fyrirtækja og stofnana, til dæmis með því að taka tillit til sérstaks orðaforða eða ákveðina notkunar á táknum og skammstöfunum. Það því að gera, hafa samband við okkur til þess að skoða þau mál hjá þínu fyrirtæki eða stofnun til þess að sjálfvirkur lestur á ykkar efni verði sem best upplifun fyrir notendur. Nýju raddirnar á Android verða aðgengilegar bæði í gegnum vefþjónustu og einnig verður hægt að hlaða niður röddum á símann og verða þar með óháð nettengingu þegar verið að nota talgervilinn. Raddirnar sem tala gegnum vefþjón verða þó líklega töluvert betri þar sem ekki eru eins miklar tæknilegar takmarkanir á því að nota öflugan netþjón eins og þegar þarf að pakka öllu á símann. Sæl verið þið. Ég heiti Álfur og bráðum munið þið geta nýtt ykkur rödd mína til að lesa af skjám Android-tækja.